Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og nú eru komin í þjóðaríþrótt Íslendinga sem glíman og á línuna komin glímudrottning landsins Davíð Marín Laufey Davíðsdóttir, rosalega erfitt með framburði í kvöld, rétt nefna, komdu sæl og blessuð. Já, blessuður. Herru, til hamingju með, enn eitt sigurinn í glímunni. Takk hérlega fyrir það. Já. Herru, má segja að þetta Íslandsmót hafi verið eitthvað öðruvísi en þau fyrri? Nei, í rauninni ekki. Þetta náttúrulega bara stærsta mót svona vetrarins í glímunni og alltaf hörð og jöfn keppni þar. En svona frá því að þú byrjaðir í glímunni og að keppa þetta, má segja að það sé búið að vera svolítið fjölgunni, eða ekki í glímunni, svona þú ert að fá nú meiri keppni núna eða ekki heldur en fyrr? Jú, hún hefur í rauninni bara verið mjög svipuð. Það bara svona meiri svona kynslóðskipti. Ég var vön að vera svona yngst á mótunum þegar ég var að byrja þessu, en nú er ég farin að vera svona eina eldri. Já. Þannig að ég finna það svona helst munurinn. Þannig að þú ert orðin svona reynslubolti í þessu núna? Já, af þeim sem að keppa mikið. Já, nákvæmlega. En hvernig hefur þér gengið, þú ert náttúrulega líka að spila körfubolta, hvernig hefur gengið að blanda þessum tveim íþróttum saman? Það náttúrulega stundum smá basl, sko, en maður reynir að láta þetta ganga saman. Nákvæmlega. En ef við förum í Íslandsglímu sem fór fram núna helgina, þá má segja að keppnin hafi verið frekar jöfn og skemmtilega allan að fyrir þá sem voru þarna á staðnum að fylgjast með. Já, þetta var mjög jöfn og spennandi keppni bæði í karlaflokknum og kvennaflokknum. Það þurfti að glíma sem til úrslita báðum flokkum og það rauninni bara sýndi bara fram á að það getur allt gerst í keppninum og þetta ekki búið fyrir að það í rauninni, bara búið að glíma allar veðringnir. En allan að það komin nýr Grettis sem vann í Grettisbelti núna, hann Ásmóður Hálfdán, hann var að vinna það ekki núna í fyrsta sinn? Jú, hann var að vinna í fyrsta sinn núna í ár. Og þú þekkir hann ágætlega það ekki? Jú, það má segja það. Já. Þetta nefnilega, ég vissi ekki að það alltaf sé ekki fyrst skipti sem að par vinnu Grettis og Freyjumennið? Jú, ég veit ekki þetta eins og. Já, þannig að þeir eru komin í sögubækunar. Já. Þetta bara skemmtilegt að gera bara dagina betri. En hvernig hann svona glíman búin að vera á mótum hingað til, það ekki bara keppt náttúrulega í Íslandsglímu, það náttúrulega bikarkeppni, það ekki búið að vera í vetur? Jú, bikarkeppni og svo var Íslandsmótið sem sagt, það svona stigakeppni og þá sem sagt 3 mót yfir veturinn sem að telja til stiga. Þannig að það náttúrulega mikilvægt fyrir þá sem vilja ná langt í Íslandsmótinu að mæta á hvert og eitt mót. En hvernig, fyrir almenna hlustan, hvernig kom það til að þú byrjaðir í glímu á sínum tíma? Það var nú bara þannig að það var einstaklingur frá glímusambandinu sem kom og var að kynna glímuna sem sagt í grunnskólanum á Selfossi, á Vallaskóla, þar sem ég var. Og krakkarnir hafði, minn árgangur hafði sem sagt tækifæri því að velja milli þess að fara í einhvers konar danskynningu og glímukynningu og eitthvað svona og ég ákvað bara að slá til og prófa glímuna og mér líst bara svo vel á þetta. Ég ákvað að mæta á æfingu sem sagt til Stefán Geirsson sem sem sagt rétt fyrir utan Selfoss með æfingar og ákvað bara að mæta þangað eftir að ég var búin að prófa á kynningunni og það gekk bara svo vel að ég hef ekki tætt síðan. Nei, og orðin fjórfaldur meistari með Freyjumennið, áttirðu nokkuð vona því þegar hann mætti þarna, eða þegar þetta mætti í grunnskólanum að þú myndir ná þessum árangri?
Nei, alls ekki. Ég rauninni bara, mér árið áður en ég vann það fyrst, þá var ég að horfa á mótið og var ekki að taka þátt í. Og ég hugsaði bara með mér að ég ætti nú erfitt með að eiga við þessar keppindir sem voru á Íslandslífinu þá. En svo bara árið seinna var ég að keppa þarna sjálf freyjumennið. Og þú varst að vinna þetta núna í 4. skiptið. Já, ertu bara búin að taka þátt 4 sinnum freyjumennið? Já. Já. Þannig að þú ert með... Ég mitt af sem sagt síðustu 2 árum út á körfunni. Það voru alltaf leikir á sama tíma. En það er alveg að passa svona núna að ég gæti tekið þátt. Já, nákvæmlega. En já, aðeins kalla meginu, þar voru 5 keppendur. Já, þar var mikil harka eða ekki alveg fram í úrslita glímunni? Jú, það þurfti að glíma 3. og 4. sætið og svo líka 1. og 2. sætið. Og það var mjög spennandi keppni þar. Ert þú þá hliðalínuna að hvetja Ásmund áfram bara hvernig á að skella næsta manni? Já, ég man alltaf hvetur áfram á hliðalínunni meðan maður ekki sjálfur að keppa. En þegar þú tekur glímu við Ásmund, hvor skellir hvor öðrum? Ég held að þessi nú langt ángið til að ég fara að skella honum auðvitað. En það tekst þú? Já, við höfum alveg geta eftir þetta svona á æfingum. En já, nú ertu búin að sigra þetta 4 sinnum og hvernig, já, þú stefnir að því það ekki að halda áfram í glímunni? Jú, það er allavega stefnan. Það er svona halda áfram á meðan maður hefur gaman að þessu og maður er enda svona heill í skrokknum. Já, og nú ertu afreksmaður líka í körfubolta. Hver er svona helsti munurinn á glímu og körfuknattleik eða svona finnst þér persónulega? Er þetta jafn gaman að báðu eða? Já, þetta er náttúrulega maður fær mismunandi út úr hver íþrótt. Þetta er náttúrulega annað er einstaklingsíþrótt og hitt er hópíþrótt. Þannig að á öðrum staðnum hefur maður meiri stuðning frá liðsfélögum með að ná árangri og þá getur oft skipt miklu máli að hafa góða liðsfélaga til þess að ná langt. En í glímunni þá er þetta alfarið bara maður sjálfur sem að sér það að standa sig Maður getur ekkert skipt sér út af því meðri glímu Nei, nákvæmlega. En báðar íþróttir mjög skemmtilegar og já, bara maður reyna að halda áfram eins og maður getur. En já, svona áður en ég sleppti þér þá var ég að spyrja það aðeins út í dómnasteild kvenna. Já, Þórir eitthvað spá það hvaða lið verður Íslandsmeistari núna í vor? Ég hef svona aðeins að fylgjast með þessu og það verður eiginlega svolítið spennandi að sjá hvort að Grindavík ná til dæmis að sigra Hauka. Mér finnst það áhugavert að fylgjast með þeirri reymu. En annars er náttúrulega Snæfellsstelpurnar búin að standa sig gríðarlega vel og ótrúlegt hvernig það ná að vera svona samhendnar og þetta svona þéttur hópur með að það er æfi ekki eins og saman. Þannig að ég held samt að Snæfell sé mjög sigurstranglegar svona með við hvernig þeim hefur gengið þetta. En úrslitakeppnin er alveg svakalega spennandi. Það er alltaf virðist vera svona allt opið núna. Já, það getur náttúrulega allt gert svona í úrslitakeppnum. Það er bara spennandi að sjá hvernig það fer. Og þú verður áfram með það ekki í Keflavík næstu leiktíð? Já, bara eftir að koma í ljós. Sumarið eftir og bara ýmislegt sem áttur að koma í ljós, bæðið með þjálfaramál og svona, þannig að ég lofa ekki neinu. Nei, nákvæmlega. Mari Laufey Davíðsdóttir, glímudrottning í Ísland, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, bestu kveðjur á glímukónginn. Já, ég skila því. Bestu þakkir. Ok, bye. Já, við förum núna stuttlega í körfuna í lok þáttarins. Auðvitað sjálfsögur komum við fram yfir tíma en eins og ég sagði við ykkur fyrir í dag að þá mun ég sennilega fara yfir dagskrá að venju. En aðeins glímun helgina, þetta var 107. Íslandsglíman sem fór fram með mitt í Frostaskjóli helgina og keppnin var jöfn og skemmtileg og náttúrulega þeir sem voru viðstaddir hérna urðu vitni að virkilega spennandi keppni alveg frá upphaf til henda og það má kannski geta þess í glíminu Grettispildi
sigraði Ásmundur Hálfdán Ásmundarsson úr UIA og hlaut með sæmdarheitið glímukongur Íslands í fyrsta sinn og í glíminu Freyjumenni sigraði Marín Laufey sem var viðmælandi hér rétt áðan og hlaut sæmdarheitið glímudrottning Íslands í fjórða sinn. En já, þetta raðast hann upp að Ásmundur Hálfdán Ásmundarsson sigraði en í öðru seti var Pétur Þórir Gunnarsson og Mývetningi, Snær Seljan Þóroddsson í þriðja og KR og Einar Eyþórsson og Mývetningi í fjórða og Hjörtur Elí Steindorsson og UIA í fimmta sæti. Og í Freyjumenninu var það Marín Laufey Davíðsdóttir og HSK sem sigraði, í öðru sæti Margrét Rúnarsdóttir og Herði, Jana Lind Ellersdóttir og HSK í þriðja sæti, Kristín Embla Guðjónsdóttir og UIA í fjórða, Bylgja Rún Ólafsdóttir og UIA í fimmta, Bryndís Steinþórsdóttir og UIA í sjötta og Nikolá Bóel Ólafsdóttir í sjöunda úr UIA. En nú glímu í bili, þjóðaríþrótt Íslendinga, næst á dagskrá körfuknattleikur og við ætlum að heyra í þjálfara Þór Þorlákshöfn, hann Einar Árni Jóhannsson verður hér á línunni eftir smástundu og spár og speklar í úrslitakeppni í Dóminusdeild karla og fer aðeins stuttlega yfir tímabilið. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. 963 Suðurland 963